En við Ingo vorum alltaf eitthvað að gutla saman á gítar og úr því varð síðan það þegar við fórum að smíða saman inn á þessa plötu þegar hún kom til sem var dálítið merkilegt. Þegar maður hugsaði tilbaka sko, ég man voðalega lítið eftir upptökunum sjálfum en ég man mjög vel eftir æfingatímanum uppi á loftinu í húsinu í Skólastræti, gömlu geymslulofti þar og þar sátum við löngum stundum og spiluðum okkur bóstalega saman og þar urðu til svo mikið af þessari músík. Það er nú kannski þess ég man hvað mest að þessu, hvað var gaman að gítarast með Ingo. Alltaf þessum að einn kom með hugmynd og hinn byrjaði að prjóna ofan á og splitta það saman og það var æðislega gaman. Þetta var bakhús. Ég minnir þetta að vera bakhúsi sem Gunnar Ormslev bjó í og þetta var bakhús og ég man ekki hver átti það. Einhvern veginn fengum við ánót af loftinu þar sem var dálítið erfitt því það var þröngu stigi og við þurftum að koma píanóinu fyrir Dóra upp og það var gert þannig að þetta var svo gamalt hús, gamalt vörugeymsluhús þannig að það var hægt að opna dyr á efri hæðinni. Við fengum liftara sem lyfti píanóinu og ég gleymi því aldrei þegar ég sá píanóflutningamennina, velvaxnir menn, með böndin utan píanóið og þeir hoppuðu með píanóið inn dyrnar. Það var rosalegt.